Ég er einn af þessu gömlu mönnum sem fer í framhaldsnám, sýnir hvað ég læri svo hægt og það er náttúrulega galið, það sýnir ennþá frekar hvað ég er heimskur að ætla að fara að stunda trjákynbætur á gamals aldri því að ég þarf að vera bara mjög heppinn ef ég ætla að ná einhverjum árangri áður í degi. Hér er eitthvað lítið þar að koma á skjáinn. Já. Og til viðbótar í dag þá er ég mest með stolið efni, þannig að ég hef líklega séð mest allt saman áður. Það er nefnilega búið að fjalla heilmikið þetta efni áður, erfðaauðlindina. En ég ætla að reyna að nota þetta gamla efni til þess að reyna að setja svolítið nýja vinkil á þetta og segja hvað við sjáum fyrir okkar að við viljum nota það í framtíðinni. Og ef einhverjir sjá hér efni sem að þeir eiga og ég hef stolið, þá verðum við að ræða það bara á barnum í kvöld. Við tökum ekki fyrirspurnum á eftir. En hér er til dæmis efni sem er stolið frá Aðalsteini sem var búinn að stela þessu frá Þórbergi og sýnir það, og ég efast ekki að Þórbergur fer rétt með þetta, að það er alveg ótrúlega margar tegundir sem við höfum flutt inn. Þarna eru tilteknar 650 kannski tegundir sem eru búið að prófa og þið sjá hvað eru fáar þeirra sem eru íslenskar af þessu sem hafa verið prófaðar. Og þessi er líka frá Þórbergi. Við ræðum það líka barnum í kvöld, Þórbergur, þessa, að það eru ekki mjög margar tegundir sem að hefur gengið vel með. Þannig að það má alveg segja það að við séum búin að leita ansi mikið og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því sem er dautt, það er bara farið og við getum bara einbeitt okkur af því sem að lifi best. Og verkefnin eru kannski og hafa verið á Íslandi þetta með aðlöguninni trjánum að við erum heilt yfir með frekar lágan sumarhita, litla hitasummu, þannig við þurfum að finna tegundir sem að ráða við það. Og við erum samt að basla með óþarlega hlýjan veturstundum, þannig að við erum að basla með kal eftir vetrarhlýjindi, sem er líka svolítið erfitt að eiga við. Og svo stundum fáum við haustið snemma, þannig að við fáum kal á haustin. Og svo er það sjúkdómar og meindir sem við höfum reynda mjög lítið af, en þeim getur því miður bara fjölgað, þeim fækkar ekki. Og hlýnun hefur áhrif á þetta allt saman, það hefur áhrif á það að við fáum meiri sumarhita, það er kostur. Við fáum sennilega hærri vetrarhita sem gætu verið galli. Við þurfum allavega að taka mið af því að það er að koma nýr veruleiki hjá okkur og þetta gerist ótrúlega hratt. Og við höfum kannski betri möguleika á því að aðlaga okkur þessu heldur en skógaþjóðirnar sem eru bara með náttúrulega skóg út allt og þeir geta ekki breytt honum. En við getum ennþá haft áhrif á það hvað við erum að nota á næstu áratugina. Og við vitum það alveg að það munu koma hér fleiri sjúkdómar og fleiri meindir og hugsanlega verða þessi vandamál erfiðari með hlýnun. Við vitum það bara ekki. Það er svo erfitt að sjá það fyrir. Og eins og ég nefndi þá er þetta ekki margar tegundir sem við erum að vinna með og við höfum ekki, hvað var það, 300 rannsóknarmenn í skógrækt eins og síðanir. Við höfum kannski bara 1 eða 2 í trjákynbótum. Þannig að við getum ekki einbeitt okkur að öllum tegundunum, við verðum bara að velja. Þá veljum við að velja það sem að skipta okkur mestu máli. Og ég held að þessi mynd hafi nú haldist svona tiltölulega óbreytt í meginatriðum síðustu 10-15 árin. Og hvert erum við komin? Við höfum í rauninni valið okkar helstu tegundir sem við viljum nota. Það eru þessi sem ég sýndi ykkur áðan. Og við höfum líka komist ótrúlega langt í að velja góð kvæmi. Við erum búin að prófa svo margt sem betur fer þá bárum við gæfu til þess að setja át margar stóra tilraunir og við erum að njóta góðs af þeim núna. Þannig að við vitum býsna mikið hvaða kvæmi eru best og hvaða klónar eru bestir. En við höfum líka reyndar valið klóna til framræktunar, til kynbóta. Og þegar ég fór að grufla í þessu þá mundi ég ekkert eftir öllu en við höfum í rauninni valið klóna fyrir allar okkar helstu trjátegundir til frekari framræktunar en kannski þurfum við að gera betur þar. En við erum hins vegar svolítið eftir í það afkvæma að prófa þessa klóna sem við höfum notað. Og það sem að gerist núna með nýrri stofnun það er að það er svona stærri hópur sem kemur að því að móta stefnu kynbæturnar og fræöflunina
til lengri tíma og við ætlum að byrja á því að einbeita okkur að næstu 5 árum, hvað við ætlum að gera næstu 5 árum og einbeitum okkur líka bara eins og ég sagði að okkar aðaltegundum. Og þessi atriði, öflun fræs, úttekt á tilraunum, úrval erfðahópa og einstaklinga, kynbótaverkefni og svo kannski afkvæmaprófanir. Þannig að ég kemst ekki yfir alla glærurnar mína hérna í dag en hafið engar áhyggjur því að við ætlum að vinna þessa áætlun í ár og vonandi verður til einhver leiðarvísir í lok ársins og það auðvitað bara eitthvað sem síðan í stöðugri endurnýjun. Hefur engan sérstakan endi þannig. Og það líka búið að leggja línurnar á það að tumastaðir í Fljótshlíð fái aukið hlutverk og þetta auðvitað frábær staður á mörgu leyti. Það miðað við suðurströndina þá kannski frekar stabílt veður að vetrarlagi og þetta nú okkar helsta kornræktarsvæði sem segir aðeins veðurfarið þarna. Það löng og hlý sumur og þetta á að geta hentað mjög vel fyrir bæði frægarða og líka til að varðveita klóna sem að þurfa dálítið langan vaxtartíma. Og þá erum við sérstaklega að hugsa öspina sem að þarna verður móðurplöntur reitið fyrir ösp svo dæmi sér tekið. Staður sem mjög ólíkur, það Vaglinn í Hnoskadal og það sérstakt fræhús sem nýtt fyrir lerkið og við þurfum einmitt svona stað á móti tumastöðum sem með kaldan vetur og við munum einbeita okkur á því að nota Vagli freka fyrir lerki og fjallaþinn, svona innlandstegundir og kannski innlandskvæmi sérstök í öðrum tegundum. Nú svo ætla ég að taka hérna bara nokkuð dæmi tegundir, hvar við erum stödd. Hérna dæmi kvæmatilraun með íslenska birkið, sem eiginlega eina svona íslenska tegundir sem við erum að gróðursetja í einhverjum verulegum mæli, hún frá 98. Og þið sjáið þarna þessari mynd, þið kannist nú við þessa myndi frá Aðalsteini hér á fyrirlestrum. Og þarna sýndir annars vegar söfnunarstaðirnir með exi og svo tilraunarstaðirnir, þessi rauðu deplar. Og fyrir neðan nú útbreiðsla birkis eins og hún í dag. Og fyrstu niðurstöður sýna okkur það að bæjarstaðarbirkið og emblan, og þetta emblan auðvitað kynbótaverkefni og bæjarstaðarbirkið, við eigum ákveðið úrval líka í hreinu bæjarstaðarbirki sem hefur reynst mjög vel og það svolítið gaman að sjá það að þessi stofnar að koma svona jafnan best út í þessum tilraunum. Og þetta auðvitað sá efnið sem við viljum síðan byggja á áfram, þróa þetta áfram og bæta þetta. Þannig að skilaboðin þess að við munum nota þennan efnivið og það skiptir mjög miklu máli. Birki nefnilega ekki bara birki, vegna þess að ég veit ekki hvort ég geri ykkur grein fyrir að það mjög hátt verð á arinnið úr birki. Það alltaf ekki 7-falt á við það sem Elkan borgar til dæmis. Vegna þess að þetta notað í pítsugerð, skilst mér, aðalega. Og þannig að það skiptir svo miklu mál upp á vinnsluna þessi almennileg tré, vegna þess að það dýrt að sækja birki sem vex hægt og kræklótt. Og hérna svona dæmi það hvernig við útvíkkum erfðaauðlindina. Því að ég held að skiptir svo miklu mála við náum miklu efni við til landsins og prófum hann og getum valið úr miklu. Hér til dæmis mynd sem sýnir tilraun með annars vegar okkar helstu stofna, bæjarstaðaúrval, embla og svo hérna eitt sem heitir Kúfút og þið sjá það stendur hérna ES fyrir framan, það þessi íslensku kvæmi. Mest allt annað þarna annars vegar frægarðaefni frá Finnlandi með hengibirki og svo erum við með norðurnorska hengibjörk og svo hérna alaskabirki lengst til vinstri. Þetta 2 kvarðar annars vegar sem sýna hæðina og hins vegar lifunina og það skiptir kannski ekki alveg máli hvað stendur á þessari mynd. Það sem ég bara reyna að sýna að við erum að prófa nýjan efnivið land allt. Þessi efni eru prófaðar á 12 stöðum, vítt og breitt landið. Það samanburður á besta íslenska við eitthvað innflutt. Og með hlýnun þá getur vel verið að hengibirkið verði betri tegund á einhverjum stöðum. Við fáum hann ákveðna prófraun bæði á hengibirkið og líka hvernig íslenska birkið í samanburði við það. Bara sem dæmi.
Og ef við getum notað kynbætt hengibyrki frá Finnlandi einhver staðar, þá erum við búin að spara okkur kynbætu kannski sem hafa tekið þá 20 ár. Við höfum bara komið með 20 ár fram í tíman. Þannig það er ekki bara gott að stela glærum, það er líka gott að stela góðu efni frá Skandinavíu ef við fáum tækifæri til þess. Nú, sitkagreinið er auðvitað eina af okkar svona vaxtarmestu tegundum og það er kannski mest að sækja þær einmitt í kynbótum. Og þar erum við með eitt mein sem er sitkalúsin sem við þurfum kannski að taka tillit til. Og svo erum við með sitkabastar og hvítgreini. Ég held að hvítgreini sé nú bara algjörlega leið út í íslensku skógrækt. Ég held að það sé ekki framtíð því, en hins vegar bastarðurinn, þessi blendingur, hann gefur okkur vissa kosti. Hann gefur okkur betra frostþol á hausti og bætir kannski lífunina hjá okkur. Þannig að ég sé fyrir mér að við þurfum að skoða eiginlega tvenns konar framræktun á sitkagreini, það er að segja annars vegar hreinu sitkagreini og hins vegar bastard. Og hérna bara svona dæmi það hvað þessi mynd sýnir sem sagt útbreiðslu hvítgreinis annars vegar, hérna stóra hvítasvæðið og svo er ræman gula hérna niður, það er sitkagreinið og svo er þessi punktar hvað við höfum notað fram til 92, þetta er sem samkvæmt fræskrá Baldurs Þorsteinssonar, hvað við höfum prófað í Íslandi, þið sjá að það hefur verið prófaður hellingur og fyrir utan það sem hefur verið prófað og notað í svona almennri skógrækt, þá eru tilraunir. Og þetta er bara til þess að gefa yfirlit yfir það hvað er í rauninni mikið búið að prófa. Það er hérna hvítgreinin tilraun frá 59 og svo erum við með 1995 og 6 gríðarlega stóra tilraun með sitkagrein og sitkabastard. Þannig að þarna er komið mikið efni til að vinna úr. Þarna verða afföll og er þetta að bera sama lifun, er þetta að bera sama vöxt, er þetta að bera sama fjölskyldur innan kvæma. Og við getum notað þessa tilraunir til þess að velja úrvalstré til framræktunar. Þannig ætlum við að nota þetta. Það er bara svona yfirlit yfir það hvaðan þessi kvæmi eru. Þið sjáu að þyngdarpunkturinn er nú mestur hérna í kringum Kínæskagan, en það er líka svolítið suðrættur öllu. Um það, hvaða eru sömu kvæmi best allstaðar, eða skipta þessu í 2 hópa, eða er þetta flóknara það, eru ákveðni kvæmahópar sem eru bestir eða er þetta bara ákveðna fjölskyldur sem eru bestar og við fáum leiðbeiningur það hvert við eigum að leita að bestu trjánum og hvar þau eiga best heima. Og þá þetta mikilvægt að það sé þá einhver breytileiki í efninu. Að vísu þetta eitthvað furudót þarna lengst til hægri, sá ég. Ég sjá að hún ekki að standa sig eins vel eins og hinn fjölmörgu sitkagreini sitkabastarskvæmi, en svona dreifist þetta nú stundum. Þannig að fyrir hvert stað þá höfum við yfirliti við vöxt og lifun til dæmis fyrir gríðarlegan fjölda kvæma. En það er komið frægarður í sitkagreini og hluta úrvalinu þar, það var valið fyrir þoli gagnvart sitkalúskilsmér, en líka fyrir þessu venjulega sem er þá góðu lifun og það er ekki hægt að taka dauðum trjám, notabenni, en góðu vöxtur og beinn vöxtur. Og þarna er sem sagt verið að gróðursetja þennan frægarð. Og svo sjáum við þarna nýlega vetrarmynd, sama stað, sjáum við þarna út Fljótslíðina. Og við bara lítum svona á verkefni sem við sjáum fyrir okkur í sitkagreininu. Þá er það að hlúa núverandi frægar á stöðum sjálfsögð. Þarna er mikilvægt fræ uppspretta fyrir okkur og þetta fræ mun örugglega, ég bara leyfi mér að fullera það örugglega að skila okkur miklu betra greni heldur en það sem við erum að nota í dag þó það sé ágætt. Við þurfum að vanda okkur svolítið vel við að skilgreina hvaða reiti við viljum helst nota til frætöku og síðan þurfum við að skoða betur þessa stóru tilraun frá 95 og 6. Sjá hvort að við viljum fara að velja þar einhverja einstaklinga úr sem við teljum öðrum fremri fyrir næsta frægarð og ég held að það sé alveg einboðið að við munum fara að undirbúa nýja frægarð og fyrir hreint sitkagreini sem á að nota á vetrarmildum stöðum þá munum við þurfa að taka inn þol gagnvart sitkalús en gagnvart kannski svæðum norðan og austanlands inn til landsins, þá skiptir það minna máli en þá skiptir aftur haustfrostþolið meira máli. Þannig að þá þurfum við að fá hæfilega innblöndun af hvítgreini. Svona munum við hugsanlega að vinna þetta.
Nú lerki, Síberíulerki á leið út. Það gerist bara. Við vitum að við erum að taka áhættu með það og það mun ekki verða notað held ég á láglendi norðan og austanlands ef okkur tekst að nota eitthvað annað eins og til dæmis hreim. Bara einfallega vegna þess að áhættan orðin á mikil, það lifnar og snemma á vorin eftir sem að vetrarnir verða mildari. En ég held að ef við förum í stórfellda skógrækt á Norðausturlandi inn til landsins, þá þetta eina tegundi sem kemur til greina. Ég heyrði að ráðherra var að tala birkiskógrækt og ég sjálfur sem mjög hlynntur birkiskógrækt, en ég held að besta leiðin til þess að rækta birki á Norðausturlandi sé að planta lerki. Því að birki ræður ekki við þessar aðstæður í fyrstu umferð. En við náum ekki að þroska fræ, allavega ekki af rússalerki utandyra. Ég sé að Síberíulerki kemur frekar með fræ og Evrópulerki mjög duglegt með það þó það sé allt kræklótt og kalið. Og þess vegna þurfum við að framleiða lerkifræð inni og upphaflega þá held ég, þröstu leiðréttum bara í fyrir vilsu, að fræhúsið af öglum hafi nú fyrst og fremst verið hugsað fyrir ræktun á rússalerkifræi. En síðan bara kom á daginn að tegundablendingar á milli Evrópu og rússalerkis voru að standa sig mjög vel, voru að vaksa mjög hratt og kólu svo sem ekkert meira heldur en rússalerkið nema kannski við vissar aðstæður og minna í öðrum tilfellum. Og þarna sjáum við mynd af frægur svona vöglum þar sem búið að setja dúk og það verið að klára að fylla húsið með lerki. Hægra megin Evrópulerki, vinstra megin rússalerki. Og eiginlega höfum við ekki tíma til þess að vera á þessari ráðstefnu. Við höfum átt að hafa hana fyrir norðan og þá höfum við getað hjálpast að við að frjóka lerki því að það þarf að gera það með höndunum núna, safna frjóinu og færa það af Evrópu yfir á Rússa og öfugt. Og þetta í fullum blóma núna. Þannig að við megum ekki tefja mikið við þessa ráðstefnu. En það var lagður sem dúkur þarna inn, hvítur dúkur, þetta eykur birtuna þarna og marg einfaldar umhirðuna og þrifi hann inn í þessu húsi. Og þetta bara eins og að koma inn í rosa gaman að koma inn sérstaklega núna því að maður þá bara upplifir vorið miklu fyrr en ella. Þannig að það held ég forréttindi fyrir þá sem vinna þarna, að vera þarna. Þetta stólinglæra, já, og þarna einhver trikk sem ég vissi ekki af. Þetta sem þrymurinn, rússalerki, Evrópulerki og við heldum að þetta sé framtíðarlerkið allavega svona næstu framtíð á láglendi á Íslandi. En kannski verða einhver svæði orðin það hlý að það sé betra að fara bara alla leið og fara yfir í hreint Evrópulerki. Og ég held við ættum bara að undirbúa okkur fyrir það líka vegna þess að við eigum tilraunir með Evrópulerki, svona nokkuð góða dreifingu. Það þarf að fylgja þeim eftir og við þurfum bara að meta það hvort að þessi komið tíma á að hafa hreint Evrópulerki á einhverjum stöðum. Og vera þá búin að gera mælingar, gera úrval og jafnvel að setja upp frækar sem að við getum þá ráðið hvað við notum mikið í framtíðinni. En núna verkefni sem það að við þurfum að tryggja að við fáum rússalerki fræ áfram frá Rússlandi og frá Svíþjóð og Finnlandi til að eiga fyrir þau svæði þar sem það mun henta einhver tíma áfram. Síðan munum við þurfa að hámarka framleiðsluna á hreim í fræhúsinu. Við ætlum bara að taka allt húsið undir og reyna að beita öllum ráðum til þess að fá eins mikið fræ þar og við getum. Og við þurfum að nýta þetta fræ vel. Þetta dýrt fræ en við mögum ekki horfa í það hvað dýrt heldur það fyrst og fremst verðmætt vegna erða eiginleika sinna. Þannig við verðum að fara vel með það. Og ef það með lélega spírun þá þurfum við að sá því þannig að við nýtum hvert einasta spírandi fræ. Og við erum líka spáið að skoða aðeins hvort það sé hægt að setja upp svona stillingarækt með lerki. Það krefst auðvitað að við þurfum að fara í smá rannsóknir. Þær plöntur verða væntanlega líka svolítið dýrari en það þó allavega leið til að nýta hvert fræ betur að við getum búið til 500 stillinga upp á hverju fræi. Og mæla Evrópulerki tilraunir og skoða grundvallafrækari með Evrópulerki. Nú held ég að tíminn sé ég ætla að hoppa yfir stafaföruna. Það ekkert fyrir að hún sé neitt ómerkileg, það bara mikið efni hjá mér. Og enda bara hér. Þannig að það verður kannski tími fyrir spurningar. Það sem að gerist núna að með hlýnuninni, þá eru ný tækifæri, það eru líka nýjar áskoranir.
og okkar forverar hafa staðið sig frábærlega í því að setja út mikið af tilraunum og prófa mjög mikið efni við og það okkar erfðaauðlind í dag sem að við getum unnið áfram með. Þurfum ekki að eyða tími að dauða, við getum einbeitt okkur að því besta og gert það betra. Og þessar kvæmatilraunir þær hafa skilað okkur gríðarlegri þekkingu og núna næst komið að því að við veljum bestu einstaklingana úr hópi bestu kvæmana til framræktunar og við reynum að fá fræ af þessum efni við sem allra fyrst og líka prófa það og það semst runnin upp tími markvissra trjákynbóta. Og svo bara krossaði mig og vona að ég nái einni kynslóð og það má ekkert klikka því að það umuligt að ná bara einni trjákynslóð og hafa svo klikkað úr rólinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynjar. Þú varst á góðum tíma. Það er tími fyrir smá spurningar. Kemur einn frá Árna Bragasyni. Gjörðu svo vel. Birki á Austurlandi. Það besta leiðin að planta lerki. En ekki kannski ástæðan sú að það verið notað endurinn Þorsteins sem jú hafði upprunnin að stórum hluta sunnanlands og síðan bæjarstað Birki. Það sem kom út í stóru tilraunina var jú að það sem var kannski helst hægt að réttlæta notkun á birki að norðan eins og vaglabirki og svoleiðis, það kom svona jafnvel út og emblan á þeim svæðum, heimasvæðunum sínum. En ég var samt ekki að vísa til þess þegar ég var að tala að nota planta lerki til að rækta birki, heldur vegna þess að aðstæðurnar eru svona eins og að melnum hana sem við sáum áðan með lerkinu á. Þetta svo þurrt að gulviðurinn vext ekki einu sinni. Það vext ekki gras. Það kemur alltaf ber á krækilingi að það sko. En lerki vex upp úr þessu og birkið á ekki séns að það er fyrst og fremst gott fyrir því að vita þetta sem landgræðslustjóri. Það er svo lélegur jarðvegur hana. En ég er bara að meina það að við getum sett út birki á góða staði þar sem það getur sáð sér út sjálft en við setjum lerki til að stoppa sandfok og búa til jarðveg og búa í hæginn fyrir birkið. Þurfum ekki að hafa neinar ágjör að því að lerki dreifi sér. Við getum bara farið svo inn og höggvið það. Við getum höggvið sem girðingastaura, sem grisjuna við og á hvaða tímapunkti sem er. Það mun ekki dreifa sér, við höfum ekki allavega upplifað það hingað til. Þannig að þetta er engin ógnun. En það mun hjálpa okkur gríðarlega mikið til þess að koma skjóli og koma birkjunni í gang. Er ykkur annar með spurningu eða athugasemd til Brynjars? Þið verða að veifa svolítið kröftulega. Árni, gjörðu svo vel. Það er stafafræðan. Komst yfir hana. Það er kannski svo tegund sem að valda mestum deilum milli þeirra sem í hugverksmálum og skógræktar. Því að stafafræðan jú ágeng tegund. Áhersla skógræktarmanna á stafafræðan hver hún það segir það virkustu máli. Já, það er spurt stafafuru. Árni segir að hún sé svona deiluefni á milli, hvað var að segja, út af því að hún sái sér, hún er duglega að sá sér út, hún myndar mikið af góðu fræi á Íslandi sem og víða. Þannig að hún sé ágeng tegund. Ég getur þessu sem ekki sagt stefnuna, hún hefur ekki verið bönnuð enn og það er búið að planta henni með víða og það kynbóta áherslu á fyrirgeðu, já. Við erum búin að prófa sænska úrvalsstafafuru, hún er komin í tilraunir í samanburði við okkar þekktustu kvæmi, eins og Bennett Lake og Tootsie Lake og Skagway og þessi helstu. Og það verður svolítið spennandi að sjá hvort að hún mun standa sig jafnvel, því að við gerum ráð fyrir verulegum kynbótaávinningi ef við getum bara hoppað beint á sænska efnið, en ég gerir samt ráð fyrir að fyrir strandsvæðin þá munum við þá þurfa Skagway áfram og ég sé fyrir mér að við munum fara í úrvali í Skagway en kannski reyna að nota sænska efnið beint, sérstaklega ef það reynist vel inn til landsins. En við munum líka, við erum þegar farin að undirbúa frækar með stafafuru sem jólatré.